Og þegar að þú lýkur þessu námi og komið þessa gráðu, voru þá margar konur málarameistarar? Nei, ég í raun og veru þriðja, því að hún Ásta málari var fyrst sko. Og svo hún Helga Magnúsdóttir á Húsavík, hún dó fyrir nokkrum árum. En við vorum bara tvær, ég og Helga, og við höfum mikið samband. Og hún málaði kirkjuna á Húsavík, en hún var ekki svona mikið í togarunum kannski eins og ég. En hefur þú dottið í sjóinn einhvern tímann í vinnunni? Já, ég datt í sjóinn. Við vorum með fleka bara á gömlu bátunum, svona tunnufleka. Og þeir voru svona hægt í endana og svo dekk á milli og svo var maður að príla upp og til að merkja logoið, nöfnin og númerið og svo var þetta svona rikkipus stundum svona, þannig að já, ég hlungaðist. Svo var nú fullt af strákum að vinna með okkur einhvern tímann og fór í veðmál hérna. Þeir þið nú ekki að synda yfir höfnina. Ég hélt það nú og ég let mig vaða og synda yfir. Og þá sagði pabbi, hvert hún núna að fara blessunin? En ég fikk fullt af pening, veðmáli stóð. Mér fannst nú rosa gaman að taka bátan og togaran á góðum degi, sko. Með fullt af mannskap eins og Júlíus þegar hann kom og það var helgastopp og svona. Og þetta var rosa tört, frá 8 á morgnana til 11 á kvöldin og svo sagði ég alltaf þegar þeir voru farnir, sko, bátarnir og togararnir, sko. Gleðikonurnar eru þreyttar þegar áhafnirnar fara, ég var þreytt þegar togarinn fór.